Bryndís, segðu mér aðeins frá því sem að gerast hérna í Íþróttaakademíunni í dag. Já, ég hérna með fríðum hópi leik- og grunnskólakennara, sérkennara, talmeinafræðinga og annarra fagaðila frá Frelsisskrifstofu Reykjanesbæjar og við erum að fara yfir íslenska málhljóðamælinn. Þau eru að læra að nota íslenska málhljóðamælinn sem skimunarpróf til að meta framburð íslensku málhljóðana og hljóðkerfisþætti. Og þetta tengt appinu sem að þú hefur verið að þróa? Já, þetta ég legg það þannig upp að fólk fær svona fræðilegan bakgrunn íslenskuna og máltökuna og hljóðferli og hvenær börn eiga að hafa náð ákveðnum hljóðum og svo framvegis og svo í rauninni fer ég út útskýri hvernig appið eða forritið virkar og við þjálfum svo saman í framhaldi en svo fer fólk heim á sínar starfsstöðvar og þjálfa sig áfram þar. Nú oft talað snemmtæka íhlutun. Hversu ung þurfa börn að vera til þess að byrja að ná málinu? Já, þau í rauninni byrjar máltakan og hlustunin, hún byrjar í móðurkviði. Við 20 vikna meðgöngu barn farið að heyra. Þannig að heyrandi barn sem að fæðist eftir 40 vikur, það hefur í rauninni heyrt í móðurkviði og tilbúið til að taka við tungumálinu. Og þá tekur við þessi örvun, foreldrarna og annarra sem að annast barnið, í þá átt að barnið það fer að mynda hljóð og orð og setningar og í þessu ferli þá viljum við gjarnan meta hvort að barnið aldurssamsvarandi, hvort að barnið að ná málinu eins og önnur börn og í dag viljum við meta okkar íslensku og skimunarprófið sem að ég að fræða og verður formlega opnað á degi íslenskrar tungu. Það miðar að því að við finnum börnin eins fljótt og hægt börn sem í áhættu hvað varðar framburðar eða málhljóðamyndun. Það stafa nú ákveðin hætta af íslenskunni vegna snjalltækjanotkunar. Er það eitthvað sem þú ert svolítið smeyk við? Já, ég náttúrulega sem snjalltækja framleiðandi eða útgefandi með smáforritunum sem ég hef gefið út, lærum og leikum með hljóðun og froskaleikirnir og núna íslenski málhljóðamælinn. Ég að nýta mér tæknina til góðs því að snjalltækin geta verið ógn en geta líka verið ótrúleg tækifæri til þess að læra og það sem svo erfitt við íslenskuna að við erum svo lítið málsamfélag og við höfum verið svo sein að ná þessari máltækni þannig að öll tækin okkar, allt viðmóti sem við erum að nota að það tali íslensku við okkur eða skilji íslensku yfir í önnur tungumál og svo framvegis. Þannig að þetta framlag mitt held ég mikilvægt til þess að við grípum inn í eins fljótt og hægt hjá öllum börnum, einstaklingum sem af erlendum uppruna og metum hvort að það ástæða til þess að koma að varðandi málhljóðin. Nú átt þú 30 ára starfsferil að baki. Þetta alltaf jafn skemmtilegt? Já, þetta frábært. Börn eru yndislega að vinna með og fullorðið fólk sem á við erfiðleika í tjáskiptum að etja, það afskaplega þakkar það svo óbúslega góð endurgjöfun. Það svo gaman að vinna með fólki þar sem maður upplifir litlu skrefin verða að stórum skrefum og hvað þetta getur allt skipt miklu máli bara fyrir lífshamingju fólks. Skiptir mjög miklu máli. Vigdís Finnbogadóttir hefur verið ötull talsmaður íslenskunar og appið mun vera formulega vígt eða ekki að opna á morgun á degi íslenskrar tungu. Ekki íslenskan svolítið mikilvæg í dag, sérstaklega í heimi snjalltækjana á YouTube? Það óbúslega mikilvægt að við verndum máli okkar og ég afskaplega glöð að frú Vigdís getur gefið sér tíma. Þetta annasamur dagur en verður bara mjög skemmtilegt. En ég held að hún átti sig í gegnum sinn feril því að hún náttúrulega tungumálamanneskja. Hún átti sig á því hvað fylgir mikið í tungumálinu. Tungumáli ekki bara orð. Orðin þau tjá eitthvað, þau tjá tilfinningar, þau tjá og eru merki menningu. Og það sem held ég líka svo mikilvægt og ég að upplifa meira og meira í starfinu að með því að við skimum reglubundið
börn sem eru í áhættu eða jafnvel bara öll börn á ákveðnum aldurstigum, að þá erum við að grípa inn í miklu fyrr. Við erum að koma að með snemmtæka íhlutun. Við erum að draga úr áhyggjum foreldra sem að vilja gjarnan vita, sko, er barnið mitt að mynda þau hljóð sem það á að geta mynda samkvæmt aldri, þannig að við getum svarað því. Og við erum líka komið í veg fyrir það og þá staðreynd sem að rannsóknir eru að sýna að einstaklingur sem er með málhljóðaröskun eða sem á erfitt með framburð, hann er að fara inn í lífið, það er stærri hópur sem að mun ekki klára langskólana, það er bara þannig. Það eru þeir eru yfirleitt færri ári í námi, eiga mjög gjarnan erfitt með lestur og skrift, stafsetningu, eru oftar í starfi sem ófaglært starfsfólk. Það er líklegra að börnin þeirra séu líka með málhljóðaröskun, þannig að það eru ýmsir svona þættir sem að styðja það að við grípum snemma inn í og gefum öllum þessi jöfnu tækifæri.